Faðir forsætisráðherra skrifaði undir meðmæli með uppreist æru dæmds barnaníðings í fyrra. Hann segist hafa skrifað undir bréf sem var komið með tilbúið til undirritunar. Faðir forsætisráðherra var einn þeirra sem skrifuðu undir meðmæla bréf með uppreist æru dæmds barnaníðings í fyrra. Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, var einn 3 manna sem skrifuðu undir meðmælabréf með uppreist æru Hjalta Sigurjóns Haukssonar. Hjalti fékk 5,5 árs fangelsisdóm árið 2004 fyrir gróf og ítrekuð kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni frá því hún var 5 ára þar til hún var 17 ára. Hún var kölluð til fundar í dómsmálaráðuneytinu í dag þar sem hún fékk að sjá gögn sem fylgdu umsókn Hjalta uppreist æru. Hann fékk uppreist æru í september í fyrra, sama dag og Robert Downey. Konan staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að Benedikt hafi undirritað bréfið. Benedikt sendi frá sér tilkynningu síðdegis þar sem hann staðfestir að hafa skrifað undir meðmælabréf fyrir Hjalta. Hann segir að Hjalti hafi komið með bréfið tilbúið til undirritunar. Hjalti hafi tíma verið tengdur kunningjafólki þeirra hjóna. Hann hafi í nokkur skiptið leitað aðstoðar hjá sér, fyrst og fremst vegna fjárhagsmála eða í tengslum við atvinnuleit. Benedikt biðst í tilkynningunni afsökunar á því að hafa aðstoðað Hjalta við að fá uppreist æru. Hjalti starfar sem atvinnubílstjóri og mennirnir 3 sem skrifuðu undir meðmælabréf fyrir hann tengjast allir rútufyrirtækjum. Dómsmálaráðuneytið ætlar að birta gögnum þá sem hlotið af uppreist æru frá árinu 1995. Áður hafa gögnum uppreist æru Roberts Downey verið birt. Ráðuneytið neitaði upphaflega að afhenda þau gögn en samkvæmt ákvörðun úrskurðarnefndar upplýsingamál vegna kæru RÚV var ráðuneytinu skylt að afhenda þau. Ekki hefur náðst í forsætisráðherra vegna málsins. Velkomin til okkar, Sigríður Andersen dómsmálaráðherra. Hvenær vissir þú af nafni Benedikts Sveinssonar í þessum gögnum? Mér var sagt það í óspurðum fréttum í lok júlí að hann væri þarna meðal umsagnaraðila í þessu tiltekna máli. Ég hef ekki verið að kíkja og hef ekki ennþá skoðað farið yfir gögn í þessum eldri málum sem voru afgreidd fyrir mína tíð, en mér var sem sagt þetta í óspurðum fréttum. Og það af einhverjum embættismönnum innan ráðuneytisins. En þú segir forsætisráðherra frá því í lok júlí að faðir hans sé þarna í þessum gögnum. Hvers vegna? Samdægurs. Ég taldi bara rétt að gera það. En þá þegar hafði ráðuneytið synjað fjölmiðlum aðgang að þessum sömu gögnum? Nei, ég var reyndar ekki búin að óska eftir gögnum í þessu máli, en það rétt sem fram kemur hérna að það var óska eftir gögnum í máli Roberts Downey í júní og við töldum okkur ekki heimilt að afhenda öll þau gögn og fórum þá leið sem er lögum samkvæmt og RÚV að fá úrskurð frá úrskurðarnefnd upplýsingamál sem féllst á sjónarmið ráðuneytisins að því leyti að það væri ekki hægt að birta gögnin eins og þau koma fyrir. Þannig að en úrskurðurinn sem liggur núna fyrir frá því í fyrradag, hann kveður á að það þurfi að birta þessi gögn með takmörkunum þó og það hefur við gert í máli Roberts Downey. Greindirðu einhverjum fleirum úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins til dæmis frá þessum nöfnum? Nei. En telur að þér hafi verið fullkomlega heimilt að greina forsætisráðherra frá þessu? Já, ég gerði það með þessum hætti. Ég taldi það rétt og eðlilegt. Af hverju? Já, meðal annars vegna umræðu mögulega aðkoma hans að staðfestingu annarra mála þarna í september. Meint aðkoma hans sem að síðan kom á daginn að var ekki rétt. En hafði það að faðir forsætisráðherra skrifað undir þarna einhver áhrif á framgöngu til dæmis þína í málinu? Nei, alls enga. Og ekkert legið fyrir annað en að birta þau gögn sem okkur er skylt að birta á teknum tilliti til dæmis þessa úrskurðar í máli Roberts Downey og það munum við gera og það hefur verið að vinna í rauninni undirbúninga því í allt sumar, taka saman gögn. Þetta er auðvitað mjög mikil vinna, þannig að það verður birt núna á næstu dögum gögn. Og hvaða gögn eru við þá að tala um? Þá erum við að tala um umsóknir og umsagnir í þessum málum og staðfestingu uppreist æru í þessum málum. Þú talaðir áðan að úrskurðarnefnd upplýsingamál hefði fallist á einhver sjónarmið að tilteknar upplýsingar mættu ekki koma fyrir augu almennings. Ætlið þið þá að taka einhverjar upplýsingar út úr þessum gögnum sem þið eruð að fara að birta núna? Já, það erum við að gera. Hvers konar upplýsingar eru það? Þetta eru upplýsingar símanúmer og netföng og upplýsingar kannski sem til dæmis umsagnaraðilar nefna varðandi heilsufar viðkomandi. Jafnvel kemur oft fram í umsóknum einstaklingana, eitthvað varðar heilsufar eða annað.
sem að rétt þykir að sé ekki gerð opinber. Þannig að þetta er auðvitað svolítil vinna, þetta erum við að gera. En þið ætlið að birta gögn frá 1995 en ekki lengra aftur í tímann, hvers vegna er það? Já, það er nú, meira að segja, hefur nú verið ærin vinna að vinna þessi gögn frá 1995 og við hefum tekið þessa ákvörðun að birta þetta að minnsta kosti núna. Það fer auðvitað líka orka auðvitað tvímælis, það verður bara að segja sem svo er að fara að birta þessi gögn og nöfn einstaklinga sem margir hverjir eru látnir. Þannig að það þarf auðvitað einhvers staðar að slá línu í þetta mál en það verður enginn óskað eftir gögnum frá því fyrir þann tíma. Þannig að við erum ekki að birta það nema einhver hafi óskað eftir því og það liggur auðvitað fyrir núna það hafa margir fjölmiðlar óskað eftir öllum þessum upplýsingum og þannig að við höfum tekið þá ákvörðun að bara birta þessi gögn öll saman á vef ráðuneytisins. Þakka kærlega fyrir komuna til okkar, Sigríður Andersen.